Komið sæl, eins og fram kom í fréttum okkar áðan þá hækkaði bensínu rúmar 2 krónur hjá stóru olíufélögunum í gær og hefur aldrei verið dýrara. Algengt sjálfsafgreiðsluverð nú tæpar 38 krónur fyrir lítrann. Olíufélögin segja rekja megi þetta til veikingu krónunnar gagnvart Bandaríkjadal og að heimsmarkaðsverð hafi verið nokkuð hátt. Hér hjá mér sestur Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda. Sæll vertu. Sæll. Hvað hefur álagið verið að aukast mikið á bensín? Við hefum verið að merkja það að álagning hefur verið aukast og það má segja að það hafi verið á síðasta ári þá sáum við þróun í hináttina þessi álag lækkaði tímabundið og ef við tökum sem dæmi bensínið. Hversu getum fengið að sjá mynd af því að skjánum hjá okkur spurning? En allt það svo við höldum bara áfram með það þá tökum við fyrir kostnað okkar sem almennings af því að kaupa þennan dropa og hvað í rauninni álag olíufélagana og þá flutningur var mikill hluti af kostnaðarverði þá erum við með til viðmiðunar sjálfsafgreiðsluverð á þjónustustöð. Á þessari mynd sem við sjáum á skjánum hjá okkur, sem hérna fyrir framan okkur, hvað erum við að sjá þarna? Hversu mikið hefur álagið verið að hækka? Þá sjáum við þarna að þróunin hefur verið þarna frá því á síðasta ári, síðastliðinn vetur, að þá hefur álagning á bensín verið að fara, þessi kostnaður neytenda, þá ég að tala álagning pluss flutningskostnaðar og virðisauki á þessa upphæð. Það einu sá raunkostnaður sem við berum sem neytendur á þessum hluta sem að olíufélögin ákveða hverju sinni, fara úr þarna ríflega 20 krónum og fór hæst í og yfir 32 krónur í liðnum október og síðan hefur þetta verið á mjög svipuðu róli síðan þá. Þannig að við erum að sjá þarna að það eru ríflega 30 krónur, 30-31 króna sem þessi hlutur eru. Þannig að teiknilínan og þróunin á þessu hefur verið nokkuð hratt upp á við. Þannig þarna erum við að tala það sem olíufélögin að taka til sín, við erum ekki að tala þróun á heimsmarkaði eða... Nei, þarna erum við bara að horfa á hluta olíufélags í hverjum seldum lítra. Því nú benda olíufélögin að það að nú hefur krónan verið að veikjast, heimsmarkaðsverðið hefur verið hátt. Það er alveg borðleggjandi að heimsmarkaðsverðið hefur í þessari viku hækkað og krónan veiktist, styrktist lítilega aftur í gær og þannig að það er alveg rétt viðmið. En á þessu tímabili hefur verið lægt inn hækkun á álagningu, þannig að það má segja að menn eru þarna greinilega líka að sæta lagi og bæta inn viðbótar krónum og þetta er auðvitað, verðvitund neytenda er svona þannig að við erum ekki kannski með skín á það hvort að það er krónunni til eða krónunni frá. En nú erum við að tala í þessu tilviki eins og bensín, það eru yfir 200 milljónir lítra sem eru seldir á ári, þannig að hver króna sem bætist við álagningu, það eru 200 milljónir upp úr vasa neytenda. Og samanlagt bensín og dísilolía hver króna í aukna álagningu á þessa vökva sem eru notaðar á bíla, að það eru á 400 milljónir sem þetta er hver króna telur upp úr vasa neytenda. Hvað erum við að tala að þetta sé þá í heildina mikið sem að olíufélögin hafa verið að bæta á í álagningu? Hefur einhverju hugmynd? Já, í sjálfu sér, þetta ef við tölum sér bara meðaltölina, við erum að horfa í meðaltal kostnað neytenda af þessum þætti, að þá er meðaltalið núna í janúar og það sem af er febrúar er rúmlega 32 krónur af bensíninu, var að meðaltali á síðasta ári 27 krónur og 70 aura og þá erum við búin að uppreikna allt til verðlagsdagsins í dag, þannig að það er tekið tillit til vísitölu á hverjum tíma fyrir sig. Þannig að þetta sýnir greinilega hver þróunin er og þannig erum við að sjá að það er verið að hækka álagningu nokkrar krónur. Olíufélögin hafa haldið í fram að þetta væri ekki rétt og þau væri að bjóða alls konar afslætti sem að væri ekki tekið tillit til. Það er því miður þannig að það hafa alltaf verið einhverjar afslættir. Við erum þarna miðað við sjálfsafgreiðsluverð á þjónustustöð. Það er hægt að fá ódýrara hjá sjálfsafgreiðslustöðunum sem eingöngu selja sjálfsafgreiðslu og sumir eru með afslætti og við sáum fréttir það daginn að ég held að starfsfólki hér hafi verið boðin 10 krónu afsláttur á lítra hjá okkur olíufélagi. En eftir sem áður þá erum við að horfa í það að þróunarlínan er þannig að þau eru að hækka álagningu og ég heyri það bara innan úr kerfinu, frá markanum
að þetta það sama og markaðurinn að greina og menn meðal annars að benda á það að þessi stóru olíufélög hér á landi eftir samráðsmálin frægu þá urðu eignarbreytingar á þeim öllum. Þau voru yfirtekin af nýjum eigendum þó að stærstum hluta séu reyndar sömu stjórnendur en við stjórnvölinn þarna. Það þannig að þegar verið að kaupa fyrirtæki fyrir háar upphæðir þá fylgir því mikill fjármagnskostnaður og markaðir eru þannig í dag að vextir hafa stigið mjög ört eins og við þekkjum þannig að fjármagnskostnaður þessara fyrirtækja væntanlega óhemju mikill og það má kannski svona það ákveðin kaldhæðni í því að afleiðing þessara samráðsmála var það að þessi fyrirtæki voru seld, oft voru þetta gömul fjölskyldufyrirtæki og við tóku nýjir aðilar sem keyptu þau hugsanlega of dýru verði og eru núna að reyna að krækja í auka krónur til þess að væntanlega fjármagna þessa fjárfestingar. Þannig þú heldur því fram að olíufélögin hafi verið sagt að þeir þurfa að hækka verðið út af heimsmarkaði og gengi og sé að lauminn ákveðin hækkun fyrir sig? Þetta er alveg rétt sem þið segja. Það er undirliggjandi hærra verð og þar kemur heimsmarkaðurinn annars vegar og hins vegar veiking krónuna til. En þróunin til lengri tíma hefur verið þá átt að menn hafa verið að bæta í álagninguna. Þannig að þeir eru að fá fleiri krónur upp úr vasa neytenda til sín heldur en áður. Og hversu mikið hafa verið að bæti? Ég tók þarna meðaltölin og þá var ég með tölur þarna upp á ríflega 4 krónur meðaltalið á síðasta ári með það hefur verið það sem afir þessa ári. En nú getur verið að það skýrir það einhverju leyti að þeir þurfa að borga meira í launakostnað eða meira í flutningskostnað. Getur það skýrt þetta einhverju leyti? Jú, auðvitað flutningskostnaður hækkar með hærra eldsneytisverði. Það er ljóst. Þannig að allt hefur þetta áhrif. Og það er líka ljóst að í varðandi verðmyndunum til okkar sem almennings þá spilar ríkið mjög stórt hlutverk af því að það bil helmingur af hverjum seldum bensínlítra rennur í ríkissjóð. Þannig að stjórnvöld hafa þarna mjög ríka ábyrgð og nú eru til að mynda kjarasamningar á viðkvæmu stigi og við höfum heyrt að stjórnvöld sé að tala að koma að þeim málum með einhverjum hætti. Bensín og dísilolía er stór hluti af vísitölu neysluverðs og þarna með beinum hætti að hafa áhrif með því að draga úr hlut ríkisins. Þið senduðu það ekki fjármálaráðherra og forsætisráðherra bréfið mitt í dag? Jú, og það sem við ítrekum fyrri ályktanir stjórnar FIB það að stjórnvöld grípi inn í, það hefur verið gert áður, það var gert í kringum fyrri Persaflóa átökin og fyrir ríflega 4 árum í kringum svokölluð rauð strik. Þannig að þetta er einhver aðferð sem stjórnvöld hafa gripið til á ákveðnum tímapunkti og það ekki margar vörur sem við erum að kaupa hér á markaði sem bera svona háar álögur. Við erum að sjá það að helmingurinn á útsöluverðinu skattar í ríkissjóð. Bara svona fyrir fólk í bæ til átt að sjá því hvað þýða þessar auknu álögur á venjulegan bílstjóra sem að aka einnig borgina í vinnuna til og frá hverjum degi í peningum. Hafið eitthvað reiknað út? Já, ef við tökum bara verðið eins og það var þetta leyti á síðast ári og svo hvernig það núna, ef við hugsum okkur síðan í 1 ári, þá bara með við venjulega svona fjölskyldunotkun, þá þetta 40.000 króna auka kostnaður sem fylgir þessari hækkun sem hefur orðið á þessum tíma, því að heimsmarkaðurinn hefur verið að rjúka upp og svo hefur álagning aukist líka. Þannig að þetta eru verulegar upphæðir og þetta er eftir skatt, þannig að fólk þarf að vinna sér inn nálægt 70.000 krónum til þess að hafa fyrir þessari aukningu í kostnaði. Tímanum því miður lokað hérna hjá okkur en þakka kærlega fyrir þetta Runólfur og við fjöllum meira málið í kvöld. Takk.